Gott að sætla blessaðar. Alveg. Herru, við erum komin aftur hérna, skiptistöðin, eftir góða pásu. Við duttum út af því. Hvenær tókum við upp síðustu þátt? Lok nóvembers. Lok nóvembers. Okay. Þannig að það eiginlega ekkert búið að gerast hérna, nema þunglindi, volað og bara væli eitthvað í, já. Það gengur yfir marga íslendinga. Það gengur yfir. Sérstaklega þessum tímum. Já, það nefnilega málið, sko, við viljum að komast inn á það, hérna, í þessu þætti. Byrjaði að hósta, en hérna, sko, það þunglindið sem hrjáir okkur Íslendinga og það við erum hérna núna, eða þú ert núna á landinu, út af einum sem hefði nú kannski þurft að fá smá hjálparhendi. Já. Og hann stimplaði sig sjálfur út á sinn hátt. Já. Það þetta að segja það þannig. Já. Og þetta orðið rosalega algengt í dag. Við erum orðin rosalega dofin fyrir þessu. Já. Að það fólk að taka sér degi líf með sín eigin hendi eða að það að óvidósa. Já. Og áfneyslu. Og þetta er orðið gríðarlega algengt og það algengt að þegar við vorum ungir, það allt orðið sjokkera bara hvað að gerast hérna og það hefur verið ráðist í aðgerri gegn þessu strax. Já. En einhvern veginn í dag, það alltaf bara sama. Þetta undarlegt. Við erum að skera niður allstaðar, við skerum niður í meðferðarúrræðum og í úrræðum sem fylgja eftir meðferðum og það þarf að halda svolítið betur utan um hann að hópa því að þetta greinilega viðkoman hópur en það eins og með samfélagsmiðlum og nútíma ástandi að okkur farið að verða bara sama náungan. Ójá. Og við erum mikið tilbúinir til að segja nei við einhverjum sem við einu hjálp. Bara nenni ekki. Já. Það bara, nei, þú oflangt leitur. Já, það bara, og þetta sko, þetta líka svo tvísýnt, eins og okkur kennt að við eigum að hjálpa náungunum. Og það allir á samfélagsmiðlum bara, setjum inn að Palestína flaggið í prófæli eitthvað, sjá ég að hjálpa eða eitthvað. Sjá hvað ég heilagur. Eitthvað svona rugl, sko, svona tíða flöggun, sko. En síðan kemur að því að það líka á saman tíma að vera að kenna þér, þú ert ekki að vera að halda í hendina drukknandi manni að því að hann drekkir með sér. Já. Þannig að þegar eitthvað kemur sem þarf hjálp, þá bara, nei, burt með þig hérna, það ekki pláss fyrir þig. Ég hef ekki tíma núna. Já, þannig að þetta er mjög mótsagnakent skilaboð sem verið að kenna fólki í dag, sko. Ójá. En sem alveg fárulegt. En það var nú reyndar hérna í fjölmiðlum núna að þetta var nú svolítið fárulegt. Hann Tolli hérna, bróður hans Bubba Mortens hérna, Tolli Mortens, listamaðurinn mikli, ber mikla vinningu fyrir þeim manni og því verkum sem hann hefur verið að gera. Því ég var einn af þeim sem Tolli hjálpaði á sínum tíma og ég fyrir meðferð hérna 2010 og Tolli múin að vera lengi að hjálpa mönnum eins og mér. Já. Og hann átti rosalega þátt í því að ég náði bata svo kallum á sínum tíma og ég var auðvitað bara snarruglaður. Þú þekkti mig nú gamla þetta maður alveg tæpur aðeins, skemmtilegu gaur en alveg tæpur gaur, sko. Já, það var hérna stutt í svarta og hvíta. Það var nefnilega svolítið, já, maður flakkaði hann á milli, þú sást það, maður hoppaði hann fram og tilbaka eftir aðstæðum. En en síðan var þetta svarta orðið svolítið mikið, sko, og það étur mann upp á innan, ef maður ekki alveg fullkomlega siðblindur, þá étur það því. Já. Og breytir þér. Það gerir það, sko. Og ég fer í meðferð út frá því, sko. Ég er orðin fullur sjálfsætri og ég bara hugsa, ok, ég ætla að pröfa þetta og það hefði farið í meðferð á það, aldrei gert það að viti. Já. Ég hugsa þannig að bara, ég ætla að fara þannig inn, annarkvort er dauði eða ég fer og tek mig á og ég vil fer að lifa lífinu. Fer hann inn og lendi sem betur fer hjá Tolla. Og tveimur öðrum mönnum, sko. En Tolli bara núna í fjölmiðlunum sem maður að tala þetta, Bata Akademían. En það var út af núna máli sem hérna, það var þessi tálmunahópur. Þeir voru að drepa mann. Já, þessi tálbitahópur. Já, tálmunahópur sagði ég fyrir ekki. Tálbitahópur. Já, drápan óvart. Fóru manna vilt, sko. En síðan veit ég ekki hvað fjölmiðlar að hugsa því að það var einn
sem við erum ekki í því að nafngreina en Nei. við vita allir hvaða maður þetta sko Já. og hann var í hópnum hjá Tolla Já. og þarna verið að fjalla hópinn hans Tolla, draga hann inn í þetta svona svolítið það. svífir hann út, hann var búinn að vera hér eins og Þeim fannst endilega mikilvægt að varpa nafninu hans inn í þetta. já, okkur að draga hann inn í þetta það svona eins og sé Maður gera sem er að lítur reyna að og hjálpa fólki. já, þetta er einhvern veginn svona fyrir fólk sem veit ekki hérna að þá þetta bara, hvað, já, hann ekki að vinna betri verk heldur en þetta, hann Tolli, þá lítur þetta kannski ill út hjá fólki sem ekkert vel gáað og því miður þá bara samfélagi gert að það nóg að þannig fólki. Það bara allt og mikið af svona fólki sem reynir alltaf að finna eitthvað til þess að benda á. Já, þannig að það bara... Stefnir að reyna að laga vandamálið. Já, það svona gott að segja bara að Tolli búin að vinna stórkostlegt starf með ungmennum og þetta svolítið það sem við þurfum meira af í dag. Já. Það eins og við vorum að tala það náungakærleikurinn á hverjandi brautu og þegar að vera að leita eftir hjálp og eitthvað svolítið, þá höfum við ekki tíma fyrir það og þarna það sem Tolli að gera og það ríkið þyrfti að stíga inn og finna einhvern veginn leiðir til að ráða fólk eins og Tolla og búa til svona félagsmiðstöðir. Búa til umhverfi. Já, eins og segjum það var hérna edrú kaffhús því miður, þá gengur það aldrei lengi upp því að það kostar húsnæði, leiga og allt þetta og það bara... Og þú ert ekki að selja mjög dýra vöru? Nei, þú þarft eiginlega að selja áfengi ef þú ert í einhverju veitingarekstri þá verður að selja áfengi það er bara þannig. Já. Og sérstaklega þú ert með húsnæðinni í miðbæ sko. Þetta bara svo fáralega en það ríkið þyrfti til dæmis að útvega eitthvað svona húsnæði fyrir þá sem að taka sínum málum og hafa svona Við erum bara að reyna að finna stað til þess að fara á í staðin fyrir að fara á gamla barinn eða... Já, félagskapurinn. Já. Það 1, 2 og 3 að þegar þú ert að vinna í þennum málum og segjum saman hvað það þunglindi eða eitthvað sem þú ert að berjast við, það að versta fyrir þig sko að vera einn og ég glími við þetta sjálfur, persónulega þekki þetta að minna eigin reynslu og þunglindi mitt byrjar sko löngu áður en neysla mín byrjar. Ég á vægast sagt rosalega bilað uppeldi og uppeldi mitt þannig að sko á tímabiliðan á Íslandi þá ég vil kalla þetta fórnalamba væðinga tímabili það sem allir byrju að keppast í fjölmiðlum að vera fórnalamb og þá kom einhvern veginn fjölmiðlar inn í þetta og fór að birta sögusagnir af þessum og hinum sem voru fórnalamb og þarna var kannski persóna að lenda í einum hlut og öll þjóðin bara greið þessi persóna, fór utanum hana og sé að koma önnu persóna og þá hoppur á hana, greið hún og þetta var svolítið svona tilfinningarung. Ég hugsaði alltaf, hjá öllum þessu persónu, já ég búin að lenda í þessu og þessu og þessu, nefn þau að lenda í þessu eina og var alltaf, vá, nær hún sér einhvern veginn. Ég hugsaði bara, þetta allt, ég búin að lenda í þessu. Ég var að lenda í þessu hverjum degi. Já, þetta sko, það leiðilegt að segja sko, en fekk eitthvað fáralegt viðnefni hjá vini mínu topparinn að því ég topp alla sögur fyndið, en bara lífið mitt það sturlað en sko það getur verið líka því að það erfið barnæska getur sett sitt strik og sem krakki þá var ég byrjaður að vilja sofa allan daginn bara ég vildi ekki taka þátt í lífinu það þunglindi og það byrjað hjá mér bara sem barn þannig að ég held að ég sé 10 ára eða eitthvað svoleiðis já 10-11 ára að passar þá vill ég bara sofa alltaf daginn þá vill ég ekki taka þátt í neinu ég vill ekki tala neitt og ég vill ekki vera til þannig að ég vill ekki fara út úr herberginu já og þetta þegar þú lendir í þessu sem barn og þetta þessu fólk skilur ekki að þá þetta á sálinni þetta að mótast þú ert að mótast þarna á þetta mjög mikilvægt tímabil að halda vel utan börn þegar þau eru frá 0 til svona 15 ára eða 13 til 15 að því að það bókstaflega að vera að forrita heilan fyrir framtíðina og allt sem kemur áföll sem koma fyrir því á þessum tíma þau fylgja þér alla en ævi þú getur ekki losna við þau þannig að þunglindi mitt fylgir mér alltaf og síðan kemur svona eins og gerist í desember og þess vegna höfum við ekkert verið að taka upp þætti þá kemur sko skammtíðisdæmi fyrir mig og skammtíðisdæmi
fyrir venjulegt fólk, við finnum öll fyrir en máli að menn eins og ég og ég hef nú ekki verið góðu við mig heldur líka eftir barnæskunni, ég hef nú alveg búin að taka og bara ég er búin að mistyrma heilanum mínum með alls konar efnum og slæmum ákvörum og já, bara lélugu lífverðni þannig að það er auðvitað búið í dóni en já, og þegar maður er búin að því og kemur síðan inn í desember þá verður nóttin, hún verður mun svartari heldur en venjulega og hún verður eiginlega bara svona hún verður að sársöka því að þú veist að það er allir að fara að sofa og þá kemur þessi einmannleiki mann ef maður fólk upplifir einmannleiki í þungleitinu einmannleikin hjá okkur hann verður bókstaflega sársöki hann kemur og hann er bara eins og rýtingur inn í sálina og við meiðum okkur við bara finnum til og ef við fyrir að hugsa of mikið á honum þá byrjum við bara að gráta, við ráðum ekki við það því að þetta er það sárt fyrir okkur og venjulegt fólk það getur ekki skilið þetta að vissu marki það segir bara, já, þú eru að fara í göngutúr þú eru bara að hætta þessu ef við gætum hætt þessu þá það velur enginn að vera þarna og láta sér líða svo illa við myndum laga það og við vitum það alveg en þá því miður, þá leitum við oft í leiðir að fara að deyfa okkur og Íslendingar eru svo kjarnir alltaf við þess að skyndilegst já, þú eru bara, þetta fer þú eru bara lappið þær já, eða það er bara góð að vinna og kaupa þér fínan bíl og náður í góða konu ó, guð, já en þetta er tímabil hjá okkur og ég hef alltaf átt erfitt með þetta skamdi og ég talaði aðeins þetta núna og svona opnaði mig og þá hef ég mitt bara að fara í göngutur ég þetta og en síðan er vinur minn hann glímir við þetta sama hann er lögfræðingur og sprenglærður og alveg snillingur en hann bara dettur svona niður líka en þarna er fullt af fólki sem er að glíma við þetta og þess vegna er ég að tala um þetta og nota mig sem dæmi að því að það er rosa mikið af fólki að núti sem ekki segja frá þessu hvað segir þau? sem er ekki segja frá þessu Nei, talar ekki eins og ég er að gera núna af því að það er rosa skömm að tala eins og ég var að gera núna það horfa allir að þetta hefur alltaf verið svona inn í inn í hugaheimi okkar sem veikleiki ef við viðurkennum þetta já og ég verð alveg 100% dæmdur fyrir það að tala núna að ég hugsa umhyggjuskapur í þessu ævari hérna það er allt í lagi og ég skal alveg taka það á mig þeir sem dæma, þeir eru umhyggjunar það er mitt álit vitið ekki hvað er það að tala um Nei, eru bara ekki reynslu ríkari myndi ég segja ég er ekki að kalla fólk villisinga, ég er bara að segja að þú veist við kannski upplöfum öll þunglindi en það er til mismunandi stig á þunglindi það er það, takk fyrir að segja og það er einmitt það sem ég er að reyna að koma inn á hérna við vitum öll hvað þunglindi er en þeir sem eru að taka sitt eigið líf og taka of mikið af efnum og overdósa þeir eru að upplifa miklu meira þunglindi og það er þessi tilfinning sem ég er að reyna að koma frá mér hérna það er dagurðin er bara sársauki og þú ert bara að reyna að komast í gegnum dag fyrir dag og það er þú getur fengið vinnu, þú getur fengið þér allt og í mörgum tilfellum þá gerir það bara verra ef eitthvað er og síðan eru viðkomendur komnir á nokkur geðlustundum 300 geðlum og síðan einhver lyf aukaverkunum af því og það virkar kannski smá tíma það er bara eins og að gefa rafgeimir smá stuð en síðan verður hann rafmagnslaus aftur eftir smá tíma en nema þá fara lyfin stundum að virka gegn þér og þá þegar viðkomandi er á nokkru lyfjum og er samt bara orðið þunglundur aftur það er hræðilegt og þá fyrir hann að skamma sín mikið líka fyrir að vera bæða á geðlögunum og með allar þessa fylgi þannig að við þurfum aðeins að hafa svolítið auga fyrir svona nága kærleikunum með þetta og líka aðeins ekki að íta þunglinni til hliðar eins og einhver bara sem svona þetta líður hjá við vitum það ekki, þú veist ekki hvort þetta líður hjá ég meina hlustaðu bara á einstaklingin og leiðu honum að tala ef hann er að segja þér frá því að hann sé þunglindur það er góð vísbending að þú er að baki setjast niður og hlusta
vegna þess að hann loksins að sýna þér að hann tilbúin að tala þetta. Já, en síðan komum við inn á það að það ekki allir með vopnin til að taka við svona, bara geta Sumir finnst það bara óþægilegt. Já, ég að segja það. Það bara heilið ef mann leifir ekki að hjálpa. Það bara þau röklast undan og það reynsluleysi eða þroskaleysi og oft þarf viðkomandi að hafa gengið í gegnum erfið til að geta talað um það eins og það fyndið dæmi. Ég fekk sjálfsofnæmi, mjög slæmt sjálfsofnæmi. Já, og ég heyrt hrikalega hluti það. Já, og þetta gerði það að verkum. Ég svona búin að vera góður undanfarið, þarna líkalega, en á tímabili þá komst ég ekkert út úr húsi og leit hræðilega illa út, sko. Já. En þarna, ég tók eftir því ég byrjaði að tala um að ég væri veikur, þá var fólk ekki að meðtaka. Það var svona líkalega veikindin, og síðan var annar sem ég kynni sem með sjálfsofnæmi. Og að því við berum þetta ekki utan okkur, þetta inn í mér, maður fara innvortis blæðingar og þetta kemur í köstum. Og þegar þú ert veikur, þá ertu bara heima þér. Þú ferð ekki út í kösti, þá sér þig enginn þannig. Þannig að þegar maður byrja að segja fólki, það var eins og þá trúum mann ekki. Svona, og þá spurði ég vinn minn sem með þetta sama, og hann segi, þess vegna hætti ég að segja fólki frá þessu. En það bara fólk á mjög erfitt með að meðtaka og síðan veit ekki hvað að segja móti, að það sjálft ekki búið að verða veikt. Þetta svona sama reglan og það átt barn. Þetta svona, þú ferð ekki og segir einhverju mannesku sem á ekki barn, hvernig að eiga barn og ætlast til að hún skilja. Nei. Þannig að þú ert með einhver gróf líkamleg veikindi og saman með gróft þunglindi, þá mjög erfitt að segja mannesku frá því sem hefur aldrei upplifað það. Alveg eins og bara með barneignirnar. En fyrir þeim þetta bara svona alien. Já, þetta skrítið. Það halda þið skilja þetta, eins og maður heldur að maður skilur hvernig það er að vera foreldri að maður eignast barn. Það enginlega, ég og eina dóttir, ég held að já, ég er búin að eiga hund, ég skilur þetta alveg. Einmitt. En það sem við þurfum að gera með þetta allavega með náungu kærleikann, það sem Toll að gera, að hann tekur að sér fólk, og hann aðstoðar að sýnir þolinmæði, hlustar á það sem við hefur að segja. Það nefnilega lykillinn, þolinmæði. Líkillinu öllu og það vantar í nútíma samfélagi. Það svo rosalegu hraði. Já. Það allir að flýta sér. Já, en það verðist verið alltaf uppleið hérna og við nú að sjá svolítið í fréttunum núna fyrsta sinn svona í svolítið tíma að það var alltaf verið tabu að fjalla þetta hérna. Ég veit ekki hvernig það á eftir að spilast inn í náunga kærleikann. Það innflytjendamál á Íslandi í dag. Já. Svo við fyrir að svissa pólinn. Þetta orðið svo þungt hérna hjá okkur. Já, ég kannast við innflytjendamál í London, ég býr náttúrulega. Já. Og þar þetta orðið náttúrulega bara út í hött, sko. Já, bara bílun, skilur, við erum að sjá. Og þú veist, við erum ekki talað um fjölskyldur, skilur. Þetta ekki fjölskyldur með börn og þetta bara fullvaxna karlmenn. Já. Meira og minna upp til hópa þetta bara fullvaxni karlmenn. Sem eru annarkort að flýja lögin eða eru bara að koma til þess að fá eitthvað frýtt. Vegna þess að það bara búið að senda það út til þessara landa frá Evrópu. Hei, komið hingað, þið viljið fá frían penning, frýtt húsnæði, fría læknisþjónustu og bara allan pakkan. Já, þú kemur þarna sem arabi og segjum að 10 konur sem alveg algengt þarna í Arabalöndunum og kemur með þær allar 10, setur þær allar 10 á öryrkjabætur, færið bara eitthvað einbýlishús og býr þar. Það mjög algengt. Já. Og öll fá 10.000 punda kreditkort sem bara hérna, þú veist, 100.000 pund bara strax. Það ekki slæmt. En þetta maður hefur séð vídeo og það má ekki tala um þetta. Nei, það stranglega bannað í Bretlandi. Já, það ekki? Jú, þú hendi í fangilsi. Beint í fangilsi. Þeir eru búin að setja yfir 3.000 manns í fangilsi fyrir að pósta einhverju. Og það þarf ekki einu svona að vera hatursorð, sko. Neitt að tengjast hatursorð. Það þarf bara að vera að pósta vídeói sem af einhverjum ofbeldis mótmælum sem sagt gagnvart englendingum. Og það bara nóg að endurpósta því og þá bara lega að koma inn heimtíðin, bara þú ert búin að brjóta lögin og við erum að fara að setja þig í átn. Það rugglaði maður. Já, það eru hundruði vídeóa svona á
á X og svona í Breitlandi. Já. Hvað ertu að flétta upp hana fyrir okkur? Bara hversu margir er búin að vera handteknir varðandi crimes on social media. Frá 2008 til 2017 var það 5.332 manns. Fyrir að posta ykkur? Á netinu, já. Fyrir að posta ykkur. Og það er í Breitlandi? Já, bara Breitlandi. Og sérðu síðustu árin, bara síðasta ár eða eitthvað svona, hvernig aukningin er á þessu? Það er... Já, þetta er nefnilega bara beint, þetta er gögn beint frá hérna breskur ríkisstjórn, ég veit ekki alveg hvernig ég að fá. Nei, ok, en já, ég sá hérna, vorum að ræða þetta á hann, ég sá hérna þessar tölur og voru að setja upp þeir sem eru handteknir í Rússlandi fyrir að posta á netinu á móti þeir sem eru handteknir í Bretlandi fyrir að posta á netinu og Bretland var langt yfir Rússlandi í þessu, sko. Já, og Þýskaland er orðið mjög slæmt núna líka. Já. Þeir eru búin að herða svolítið lögin gegn innflytjendum og það er búið að vera svolítið vissin á þessu. Já, þeir hertu lögin um þetta innflytjendum en þeir eru með sem sagt, netlögin þeir eru ennþá ef þú postar ykkur, ef þú móðgar til dæmis stjórnmálamann á netinu segir hann er algjör fáiði og þessi stjórnmálamann hringir í löggunum og segir herðu, hann móðgaði mig. Ok, þú ert móðgaður. Já, ég móðgaður. Ok. Þá faraði bara heim til þín, 6 morgunin, dang. Taka töluna hérna, taka símaðinn. Í alvöru? Já. Nei, í Þýskalandi? Já. Þú getur séð nýjasta, mjög nýlegan 60 Minutes þátt. Það sem að, fréttakonan, hún er bara svona glottir yfir henni þegar lögfræðingarnir eru að segja þetta. Já, ef þú móðgar ykkurum á netinu, þá bara hendur þér í fangilsi. Vá. Og þess að ef ég var bara Bjarni Benir hálfviti, þá geti hann hringt á lögguna. Já. Þetta er rosalega. Beint í fangilsi. Já, þetta er fasismi. Já. Þetta er... Og það var ég var að horfa á eitthvað amerískt podcast, þar sem að Þjóðverja vinur podcastrans hafði haft samband við hann, sendi hann skilaboð og sagði hann, ef að þú hefði sagt mér fyrir 70 ára síðan að ég myndi búa í landi sem að styður þjóðamorð í Gaza og styrkir nínasista í Úkraínu, það hefði ég aldrei trúað þér. Nei. Það er líka, sko, fólk vil ekki taka upp að síðan einhver nínasmitti í Úkraínu sem fyndið að ég fylgdist nú með Vice fréttastöðinni mikið og þeir fjölluðu mikið nínasista mikið um þetta. Já, í Úkraínu frá 2014 og mér fannst mjög áhugavert að horfa á þá. Ég meina, Azov-herdeildin var öll tilgerð af nínasistum. Þeir rallja á göttunum með einhverja risafána, þetta er magna að sjá þessi vídeo, en ég ætlaði nú að sína vinum mínum þessi vídeo, fórum að leita, maður veist þeir eru búið að taka þetta allt niður í dag. Já, Ég fann þetta ekki á YouTube, ég þarf kannski að leita betur. Svo fór ég að sjá á X fullt af vídeóum þar sem þeir eru þar sem Úkraínumenn eru að draga unga karlmenn inn í svarta sendibíla á götunni. Það búið mikið um það. Og þeir eru bara öskrandi fyrir lífi sínu, sko. Síðustu sumar, þá var ég að tala á einn nýr í bæ, einn frá Úkraínu, ungan mann. Hann var að flýja, hann sagði bara, ég ætla ekki að fara þarna. Og hann var að tala um þetta þá, að þeir eru byrjað að koma á barina og ræna okkur inn og draga okkur út. Þannig að ég er ekkert hólpinn í mínu landi. Ég vil ekki taka þátt í þessu stríði. Og hann segði stór hluti af Úkraínu vill ekki sjá þetta stríði lengur, þetta er tapað stríð. Já, löngu tapað. Já, verið að fórna okkur hérna. Og þetta kemur frá Úkraínumanni sjálfum, sko, sem er að fela sig á Íslandi. Já. Og þeir eru einu sem er að reyna að leita þá upp í erlendis líka. Já, það er byrjað því maður. Hann var nú verið að taka einn af lífi núna um daginn. Hann er búin að vera einn af þeim helstu að ræna svona Úkraínumennum upp í þessa bíla og fara með þá. Síðan var að setja vídeo, ekki bara vikaði mestalega 2, það var vídeo á netið þar sem var að vera að skjóta hann í hausinn út á götu bara, það eru konum með nóg á honum bara. Þannig að þetta er ekki góð stemning þarna í gangi, sko. Nei. En það verið að nota þetta. Og ég persónulega held ég að Zelenski er bara peð innan sína eigin ríkisstjórnar, sko. Já. Það eru margar sögur sko, skipulagða glæpastarfsemi sem er á bakvið hann.
þú veist, stórir sko svona oligarchs. Það vita að þetta var spiltasta land Evrópu, alveg by far. Það ekki mafi á því, sko. Og síðan sko, já, bara Hunter, Biden, sonurinn, og allt kringum það, þú veist, það svo margt skeptist, sko. Nú hann flúið til Suður Afríku. Já, hann var þetta náðar, sko. Já, og Trump náttúrulega reyndi að eyða náðurinn hans með Autopen, út af því að þeir komust að því að Biden hafði verið að autopenna undirskriftan hans. Og það er ekkert sem það er ekkert í lögunum sem segir að þú megið það ekki, það er ekkert í lögunum sem segir að þú megið það. En það að þú hefur ekki skrifað undir executive order sjálfur stingur svolítið í stúfana, og sérstaklega ef þú ert að pardona eitthvað, náði eitthvað. Ef þú skrifaðir ekki undir það, þá er þetta forsetanáðin þá. Skilur, þannig að hann Autopen, hvað þá nákvæmlega? Autopen sem sagt svona raunverulega svona hálfgerður róbot sem þú setur bara penna í og hann mimikar undirskriftanlegina 100%. Hann getur bara fengið sér stimpil á. Nánast. En þú getur séð það á að þú veist að það vegna þess að það eru svo 100%, þannig sérðu það. Það alltaf alveg nákvæmlega. Já, maður myndi breyta pínu, það myndi eitthvað aðeins breyta. Þú getur aldrei gert fullkominn hring. Nei, og hvað þá maður að hans stígi, með dementia og ég veit ekki hvað annað. Það gott eða mann eftir að skrifa nafnið sitt. Sko. Þannig að núna eru miklar sögusagnir í Washington, sko, að býtu hvenær byrjuðu þið að nota Autopen? Og þú veist, hvaða ákvarðanir voru skrifaðar með þessu? Og hann að reyna að cancela það út af þessu? Já. Hann búinn að gefa það út að hann alltaf cancela þessu Fauci, öllum J6 þingmönnunum og Hunter Biden. Fauci þetta bara Glæpamaður. Það ruglaður, sko. Það bara laug, sko. Já. Og sem voru bara þessi gaurar sem voru meira þess að Þórhallur á Íslandi, það var bara, þið verið öll að nota grímur og þið megi ekki koma öll saman, þið þurfa að koma bara 3 saman, síðan allir bara haldandi í partí, það var meðal Þórhallur sem var gjammandur okkur, hann var bara með teiti heima á sér. 2 metra reglan. Já, og síðan fór ekkert að þessu liðu eftir það sem var yfir toppunum, en það finna hvað við erum öll vola slök með þetta, bara ég hlýði víði eða eitthvað. Þetta var svo ruglað heima á mér í Lundunum. En við vorum eina fyrsta framleiðslan til þess að fara aftur í vinnu eftir COVID, eftir lockdown, og það var Sandman Season 1. Og þetta var svo bilað að þú veist, það var bara COVID-lögga út allt. Lappandi út allt, og þú varst með grímuna og svo tókst hann alltaf grímuna þegar þú talaði við eitthvað. Og og svo ef COVID-löggan kom fyrir hot towel að þú gast fengið sko 3 viðvarnir og þá varstu bara gone. Já, ok. Og það bara á persónuna í þessu? Já. Og svo gekk það mun lengra. Svo réðu þeir ykkur aðstofamenn til þess að labbum með svona hvít prikk sem stóð á 2 meters og með svona jú. Og svo þeir sá eitthvað vera að tala saman, þá fóru þeir upp að þeim. Þið verða það svakalegt, sko. Ég segja Var þetta kvikmyndaðinaðurinn í Breitlandi? Já, vittleysan var fullkomin. Og maður testaði náttúrulega hverjum degi. Þau vilja bara inn í vinnuna. Og eftir þú férst clear, þá máttur lappinu sett. Við vorum að spreyja öll settin á hverju mótni með einhverju svona sóthreinsi bulli. Þú veist, það sem fólk malaði gull á þessu, sko. Að selja alls konar rusl sem ekki þurfti. Já, ég meina, við hlustuðum á fyrirtækin sem græddu mest þeim. Þau voru að leiðbina öllum í COVID. Já, þið þurfa að gera þetta og kaupa meira vaksína af okkur. Og við vorum ok, við hlustum á ykkur. Þið sem græðið mest, við ætlum að fara eftir ráðum ykkar. Já. Ég hef aldrei séð jafn heimst tímabil
í mannkynssögunni, ég hef ekki upplifað svona heimstímabil ever og ég efast að í minni líftíð muni koma eitthvað jafn heimst eins og COVID tímabili. Og ég líka bara, þú veist, hvað þeir sönnuðu þessi allir til að vera blatant ligarar. Já, aftur og aftur og beint í andlit á þeir, ekki bara, og þetta var heilsaðin og þeir hikuðu ekki við að ljúga þeir. Nei. Hvað ertu með fyrir okkur dag? Ég sé að þú ert alveg á fullu þarna. Ég er nefnilega ekki að finna neitt mér varðandi þessi aukast hversu mikið er að handtaka varðandi cyberbullying. Nei, ok. Það búið að vera ágætlega stöðugt síðan 2016. Ok. Búið, já, ég með tölur allir frá hvað heitir þetta? Þetta myndi þá vera örugglega 2024 2023, 2024. Nei, já, við veist það. Mest eikst. Stæðst ára hjá í þessu svæði í Breitlandi var til dæmis 2019 sem er. Já, ok. Já, en það er af tölum sem ég með hér, handtömur 306 manns yfir nokkur ár og 80 af þeim voru kærðir. Já, ok. Það virðist hafa droppað niður í ákærum eftir 2021 sem gæti verið þegar fólk var byrjað meira einhvað að taka eftir þessu. Já. Það var verið fækkans ákæra. Það gæti verið að þessi mál séu ennþá í vinslu líka. Já. Það sé ekki komið í gegn. Nei, vegna þess að þetta er alltaf gerast meira og minna í fyrra. Já. Þá byrjaði þetta að eskaleiðast. Í fyrra sumar myndi ég segja. Mér finnst það rosalega sem þú sagði með Þýskaland að þessi í lögum þar að þú getur ekki móðgað. Já. Veist, að því að það er hægt að... Þú mátt ekki eins og móðgað út á götu. Nei, það er að misbeita þetta svo mikið. Já. Segjum að þú sért. Þú getur ekki skilgreint móðgun. Nei, það er nefnilega þannig eins og ég heyri það, eins og segjum að þú sért eitthvað spillimál komu upp þig. Það er ekki búið dæmi í því. Nei. En þeir geta bara komið í veg fyrir að það veri rannsakað ef þetta er í lögum, einhver fjölmiðlamaður byrjar að skrifa þig og bara, herru, láta mig líta illa út hérna og ég tek það bara inn á mig, veist, ég veit ekki alveg hvernig rammin er í kringum þetta. En... Það er nefnilega málið, hann er nefnilega rosalega tegalur vegna þess að þau geta ekki skilgreint og hvorki í breskum lögum né þýskum lögum, þá geta þær ekki skilgreint hvað móðgun skilgreinir sem móðgun vegna þess að það er alltaf undir eye of the beholder svolítið. Sýnir, hvað móðga þig og hvað móðga mig. Þú veist, það getið þér mismunandi. Það er þetta færa línuna þarna heldur betur fram og tilbaka. Sko. En núna er þeir nýbúin að samþykja í lögum líka, sem er ennþá klikkaðara, er að nú farið, ef þú ert hvítur, þá farið harðari dóm. Herri, ég sá eitthvað þetta. Er þetta komið í gegn virkilega? Þetta komið í gegn. Vá. Ég held að þetta myndi aldrei fara í gegn. Welcome to the UK. Vá, það er rugglað. Ég trúði ekki, ég bara leit á síma minn og sýndi bara vinum í vinnunni og hann bara, ég veit, ég sá þetta. Þetta er magnaðum bara, þú ert hvítur þá er það refsa meira fyrir vikið. Hvað er að gerast þarna í Breitlandi? Það verður herridóm. Það er ruglað með. Já. Af hverju er þetta svona? Það er political correctness er orðið svo yfir gengileg að það er eins og, veist, það er eins og það sé búið að overræta að þú veist yfirstíga sem sagt röksemda hugsun. Já. Skilurðu? Þú veist, það komið fram úr því. Það röksemd bara fuck röksemd. Nei, þetta er við verum að vera góði náungan. Já, ætlar að vera vond við þennan gæja til þess að vera góð við þennan gæja. Já. Hvernig meika það sens? Þú veist, það er svolítið svona... Það er svolítið vók stemningin eins og ég hef upplifað hana. Já, það er þess að er forsæðisráðurinn okkar kallaður hérna two-tier Keir Starmer og það er verið að vísa í sem sagt two-tier justice system. Það er, þú veist, það er ekki sömu lög fyrir þig og eða fyrir mig. Það er ruglað. Já. Og lögin eigi vera blind. Það er það sem þeir kenna okkur. Já, það er allir jafnir fyrir lögum. Já. Lög og reglu. Ég held að það væri svona motto lög og reglu hingað til. Já, já. Lady Justice is blind. Já, það er eitthvað verið að breyta þessu. Þetta er rosalegi tímar sem við erum að upplega og ætli þetta verði svona á Íslandi, sko. Nú er búið að vera var fyrsta síru árásunum daginn á Íslandi. Wow. En það var í barnaskóla. Spáði því. What? Það var í Breiðagerðaskóla. Það var
minnir að hún hefði verið 10 eða 12 ára, ég er ekki alveg viss aldurinn og það voru 2 eitthvað í kringum hennar aldur. Þeir plötuðu hana upp í skólan, fyrir utan skólatíma og voru með stíflauður og skvettu framan í hana. Og eða hentu blöðru sem var fulla stíflauð í henni, ég man ekki alveg hvernig það var, en það endaði andlitinu á henni, en sem betur fyrir þá náði hún að leita í hús hann rétt hjá og það náði að bjarga augunum, hún misti ekki sjónina og eitthvað neginn, en þetta er rosalegt að maður sér þetta, af því að maður sá þetta, ég man þegar það er langt síðan þegar maður byrjaði að sjá þetta í Bretlandi og það var bara fyrsta síru ára svona í Bretlandi og það leiði ekkert langur tími þannig til að það var bara orðið bara mainstream árásir í Bretlandi. Mikið algengar en þú gerir það grein fyrir í dag. Já. Og ég meina það er aktív svona bylgja að reyna að koma sharia lögum í gildi í Lundunum. Og sharia lögin eru í gildi sumstaðar innan Bretlands, bara þau ganga eru bara fyrir múslimafólk, skilur. Þeir hafa ekki rétt á því að setja sharia lög ennþá á okkur, en það er verið að reyna að gera það. Já. Það er bilun. Það er ruglað, sko. Við eigum að lifa einhvern veginn sátt á samlandi, en það virðist ekki vera hægt. Nei. Það er þessi trúar skilningur, hann virðist alltaf aðgreina okkur í sundur. Og líka, það er eins og margir Bretar séu með eitthvað svona skilyrði fyrir því að vera með samviskubit yfir aðgerðum forferðar sinna, skilurðu. Það er bara svona býtu manstu eftir því að þú kemur frá landi, þá er ég að tala um Breta, þeir viti því margir hverjir, að þú kemur frá landi sem var fyrsta landið í Evrópu til þess að afnema þrælahald og ekki bara afnumnu þeirra, heldur aktivli börðust gegn því í Evrópu. Þannig að þeir hönduðnur þrælaskip, þeir hönduðnur þrælavirki. Þetta voru Bretar sem gerðu þetta og þeir eru með samviskubit yfir því að hafa verið yktum með þræla. Já, búið að setja einhvern veginn á hvítamannin sem er auðvitað bara sturlað, af því að það voru allir með þræla. Já. Það voru allir saman hvaða litur þú varst. Víkingar voru með þræla. Allir voru með þræla. Já. Og síðan... Ég nú bara að leiðrétta að flestir þrælar voru ekki með þræla. Nei. Kannski ekki það. Nei. En síðan er alltaf þessi mikið að hvítamæðurinn hafi farið til Afríku og ráðist þar inn og rænt öllu liðinu. Þú veist. Arabar voru lunga undan okkur þar. Já, síðan var þetta bara einn ættbálkur í Afríku, svartur ættbálkur, sem réðist á annan ættbálk, drap kannski helminginn og síðan tók hinn helminginn af föngum og seldu okkur hvítamannunum þá sem þræla. Fyrir byssur. Já, þannig að það er búið að afbaka söguna svo rosalega að hálfa er nóg, sko. Þetta eru ruglaði tímar sem við erum að upplifa og auðvitað er rosalega ruglað að við dveljum í fortíðinni. Ef ég ætla að vera eitthvað, bara sem dæmi eins og ég byrjaði þáttinn að tala um barnæskunum minna, ef ég ætla alltaf að vera í barnæskunum minni, þá verði ég alltaf reiður, bitur og fúll og verð illa við fólkið sem braut á mér. En ég verð að halda áfram. Ég get ekki lifað í fortíðinni að vera að hugsa um þetta og vera eitthvað að áfellast fólk lengur. Ég bara fyrirgef að halda áfram og við erum allir vinir í dag og það er bókstaflega það sem við þurfum að gera. Við erum svo föst einhvern veginn í dag, við þurfum að gera rétt fyrir dyrunum. En það sem við erum að gera er með því að draga þetta allt upp. Er bara svona, þú forfeður þínir voru bara tíkin mín. Hvað finnst þér um það? Já. Þú veist, fyrirgefðu. Ertu sáttur? Það er bara nei. Þú veist, þetta vekur upp bara. Þú verður bara ógeðslega fúll og það er verið að tala um svona ógeðslega leiðilega og niðrandi hluti bara og draga það upp og setja það í andlitaður og eitthvað. Á ég að biðja afsökunar af því sem langa við myndum var að gera. Ég þekkti aldrei, bæði. Þetta er bara sturla. Þetta er auðvitað rosalega fáránlegt og auðvitað þurfum við bara að læra að lifa saman og halda áfram. Og þetta er líka svo ósanngjarnt þessari manneski, þessari nýju manneski sem að fætist eins og við öll frjáls náttúrulega manneskja. Fætist sem frjáls náttúrulega manneskja og þú getur ekki ætlast til að þessi frjálsa náttúrulega manneskja borgi fyrir syndir einhverja annara sem að koma á undan. En nú ætlum ég að gerast það djarfur og setja svolítið svona, ég er að stinga sjálfa mig í síðuna með því að segja að fjölmiðlar eiga rosalega ábyrgð á þessu. Já. Af
því að fjölmiðlar elska sko, fjölmiðlar eru með uppfullir að einu rugglaðasta fólki sem þú finnur í mannkyninu, alveg gjössalega sturlaði næjálistar, bara vilja bara sjá heiminn eiginlega brenna og þeir lifa til að bara búa til rifrildi. Það eins og eitt núna, við getum hort á eitt podcast hérna, ég ætla bara við erum ekki mikið að name-droppa hérna, en mér finnst bara verðum að nefna hana nafni, það er Marja Lilja. Veistu hver það er? Ég held að það er ekki rétt, Marja Lilja, en að glugga, svo ég sé nú ekki að það er eitthvað Rauðatorgið eða eitthvað, ég veit það. Nei, það er allavega eitthvað hérna. Samstöðin. Það er að samstöðin. Það er hérna, ég var að horfa á þetta daginn og þetta er bara, sko, hún er til dæmis fréttakona. Og maður líka til einhver maðuraveldið. Já. Ég held að sé samstöðin hérna podcastið. Það getur passað. En ég var að horfa á þetta og þar sér maður, hún er bara þarna til að búa til rifrildi. Hún er að setja upp, sko, ég veit, manna Frosti Lofsson var hérna og síðan Þorsteinn hérna sem með kallmennskan og hún setur það og síðan bara go at it, segir hún, skilur hún vill rifrildi og þetta er manneska sem er að skrifa fréttir og hún er góð myndlíking fólk sem skrifa fréttir af því að hún vill bara að fólk rífist þetta er það sem nægjalistar gera og þeir búa bara til vandræði þyrlubríki hvert sem við fara og fréttamiðlar eru fullir af þessum típum og eru bara og þeir eru auðvitað að móta samfélagi fjórða valdin og þeir eru bara að koma rifrildum allstaðar að stað og þeir eru ekki að slökkva elda þeir eru að búa til elda allstaðar. Það er bara svo margir búin að taka Bandaríkin sem svona fordæmi hvernig réttir frá fréttir. Þetta eru mestu legarar af öllum. Þeir birta myndband af einhverjum fundi eða viðtali og þeir birta kannski seinustu setninguna þína, taka hana á fullkomnu samhengi og allir frík út og svo þú sérðu allt samhengi þá bara svona you lying fuckers. Þetta er vandamál samt sko þarna líka, þetta er við getum ekki alveg sett þetta allt á fréttamiðluna þarna af því að við erum rosalega slæmi að lesa milli línuna, mannfólkið og síðan lesum við oft bara fyrirsagnir. Það er stærsti hlutin, meira en helmingur af fólki sem skoða fréttir, lesa oft bara fyrirsagnir, fyrir síðan beint í kommentakerfið og fyrir að rífa kjaft. Já, og tekur enga ábyrgð á sín megin upplýsingum. Þú veist, það rennir enginn að gera research, þú veist, nú eru allir komið með AI síman, þú veist, gervigreind. Það er svo auðvelt að fact-checka allt. Eina sem þú ert að gera er þetta rétt? Nei, þetta er algjört bull. Já, við hlaupum bara svolítið áfram og við erum ekkert að stoppa og líta í kringum okkur lengur. Nei. En það er einnig þú sagðir þarna, það er líka það að sko, við þurfum eiginlega aldrei að axla ábyrgð. Í gamla dag ef þú varst að tala skít, þá varstu bara lamin. það er bara... Þú veist, eða þú veist aldrei leyft að gleyma því. Skilur við? En ég meina, það var einhvern veginn og þetta er fyrir samfélagsmiðluna, en sko... Þú varst í hverfinu og varst að tala skít kannski þessa persónu. Þá frétti svo persóna það og síðan kom hún bara með vinina og landi fyrir það. Og þannig að það pössu sér allir einhvern veginn á hvað þú sagðir og lærið þeirra mjög fljótt sko. En á samfélagsmiðlum það er einhvern veginn öðruvísi með það. Geta allir bara sagt hvað sem er og síðan er þessi straumur. Það er þessi múæðsika straumur. Einn daginn, herru, hvað erum við að gera? Við erum að sparka í þennan liggjandi mann. Spörkum í hann. Síðan bara næstu byggu eftir á. Hvað gerum við núna? Lemjum þennan hérna, spörkum í þennan liggjandi mann. Það er allir svo miklu internet warriors, þú veist allir bara. En svo þegar þeir mæta í alvöru lífi þá svona, ég bara held þetta og... Já, mikið af þessu liði sko, ég talaði þetta. Er ekkert að baka það? Nei, og þetta er sko fólki sem stjórnar þessu umræðum mikið á samfélagsmiðlum. Þau fara aldrei út úr húsi. Það er svo margir sem fara bara eftir fyrstu tilfinningu, einhvern veginn. Já, ekki röksendinni, verður að rökhugsunni. Akkurat, einmitt. Og ég vorið dótt í þetta sjálfur. Þetta var síðasta sinn sem ég svona hljóp áfram á þess að stoppa og hugsa. Og þá var ég að lesa nauðgunar íbúðuna hérna í Hlíðunum og þetta voru 2 ungir strákar og þá kom í fréttunum útbúin nauðgunar íbúð og hafði átt að fara með einhverja stelpu og
gáði skinn eins og væri búin að vera að stunda þetta og síðan áttu hún að henni að vera nauðgað þarna nokkuð vissum að þetta mál hafi verið fellt niður í mann rétt en í mann í lag sko og hún fekk peysuna slánaða daginn eftir og var að éta með morgunverð og eitthvað sko og síðan kom fram að nauðgunarbúnaðurinn í þessari íbúð var ein svipa og handjárn en sko það var eftir að ég var búinn að taka þátt í mótmælum og fara fyrir fram að lögreglustöðuna og mótmæla hvað það að gera, okkur eru þessi menn lausir að því að fréttaflutningunum var gjössalega sturla að bara hvernig er sett þetta fram skipuleg brotastar sem er bara þetta hefur verið í gangi hérna og bara íbúin bara tilbúin í hvað er búin að nauðga mörgum konum nákvæmlega og maður bara, okkur eru þessi skrimsli laus og þeir þurftu báðir að flýja land bara út af þessu sko. Og hérna komið síðan tilbaka þegar það var allt komið upp á borðið en ég man ekki eftir að hafa síðan eina afsakið fréttaflutningin frá þetta eru þessi æsifréttir en þetta var síðasti sinn sem ég ákvað að hlaupa bara að stað bara með fyrstu fréttamönskunum bara en þarna komum við líka inn á þetta að þetta er búið að vera í gangi lengi og þarna er einhver að reyna einmitt að búa til vandræði eins og manneska sem ég nefndi svona þannig típa og bara gerum þetta eins brjálaða hægtir og gerum allt bara alla trillum alla og það er eitthvað svona kikk út í og þetta er orðið svona samfélagslegt mein það er svona fréttaflutningur ég er alveg sammálaðið þar það er bara verið að gera í þær en að æsa fólku upp ekkert annað sko og þú ert að halda almúðunum svo æstum og síðan á endanum ferðu bara að leiða þig að fylgjast með fréttum þú veist eða þegar þú opnar fréttina því að þú ert bara tilbúin í átökin strax og þú opnar fréttina bara ok, hvað er þetta og það verður svolítið fíkill í þessa tilfinningu sko þetta er eins og gott dæmi er einmitt það sem er gerist í Bandaríkjunum með Trump og Elon það er alveg klikkað maður bara sér heilvita fólk maður hefði haldið að væri heilvita fólk bara missa gjörsamlega vitið það er alveg búið að flippa á sjálfum sér og ég bara hvað er í gangi? Af hverju er fólk svona auðvelt að stjórna? Það er bara, sko, ég var að vinna á 365 og var í útvarpinu þar það var að tala þetta á kaffistofunni við erum að fara að setja þessa frétt hérna út núna í næstu viku og það verður gaman að sjá viðbröðin hérna og síðan setjum við þessa frétt hérna á móti og þá sjáum við hvernig allir snúast við og trillast og síðan horfði maður á þetta gerast hérna í samfélaginu, í íslenska samfélaginu og þeir eru búin að skipulega þetta bara út vikuna og þetta var, ég var helgar sko þannig að ég held ég að hýrti á föstudeginum okkur þetta undan og þá sá maður bara vá hvað er auðvelt að stjórna almúnum með fréttamennsku og þetta er það sem við tala þetta er vinnur minn sko ég var að segja við hann, rífast við hann er bara Elon Musk er bara stórkostlega, hann er að bjarga blöndinni og ég var alveg, nei, þessi maður er drullusokkur sko, ég fíla það sem hann er að gera en hann er samt skítall, hann bara, þú ert fáiði núna er hann í dag bara, Elon Musk er nasisti og ég alveg, nei, hann er alveg sko, hann er ekki nasisti sko, hann bara, víst, þú ert fáiði þetta er sko og núna er hann að ráðast á alla sem er að Tesla já, fólk er bara snar alveg búið að missa vitið maður. Það sé inni bara hvað er Elon Musk búin að gera sem er svona slag já, ég veit ekki getur einhver bent mér á það fyrir svona ári síðan var hann einn af elskuðustu mönnum bara, hann er með öll þessi flotti fyrirtæki og og er að gera rosa góða hluti og veit ekki hvað svo leiðu hann skipt flokk og hann var alltaf demokrati alla tíð, alltaf verið demokrati alltaf sturt þá þeir vildi ekkert með hann hafa Biden sagði hann bara hoppa byrja raskaldi á sér hann reyndi að hjálpa þeim með ná í geimfarana mástu þeir sögðu, nei, bless, farðu við höfum ekki tíma, Boeing skeitir upp á bak náttúrulega eins og búin að gera í mörg ár en og þannig að hann skipti við hann sagði bara, ok, þið viljið mig ekki ég ætla bara að fara það sem ég vil það sem ég vilja þér og hann er ekki búin að gera neitt sem ég er ósammála skilur, jú, ég meina, ég veit ekki hvað hann er að gera þarna innan ríkisins en ef hann er að spara allan hann pening við mig góður, ég meina, þú veist ég var alveg til að fá $5,000 ávísun
frá ríkisstjórninni minni sem segir hérna við erum búin að spara smá pening fyrir en smá skattur tilbaka. Já, hann bara að gera það sem hann gerir með Twitter að, sko, þegar hann rak 80% af fyrirtækinu og það eru það allir Twitter á aldrei eftir að geta starfa núna. Já. Starfa fínt. Það kom upp í $44 billion evaluation. Já. Þannig að hann er búin að fá allir penningarnir sinni tilbaka. Já. Basically. Þetta maðurinn góður og ég held að þurfa að gera þetta við hverja einustu ríkisstjórn. Það að senda einhvern Elon Musk til að taka til inn í þessu. En hefði það rosalega með Joe Biden að Sleepy Joe. Já. En þarna, þessi meinur ekki að. Allirlega. En sko, að því að hann var komin í Trump-lið, þá, sko, núna búið, ef einhver eru ekki búin að missa því að það voru geimfarar sem voru fastir út í geimi og þarna, hann var að sækja á núna með SpaceX og koma þeim til jarðarinnar aftur. Það var ekki 8 mánuði eða eitthvað þarna? 8 mánuði, jú. Já, og sko, fyrir kosningunar þá leyfður hann ekki að fara að sækja á. Hann sagði Elon Musk, ég með eldflöginum tilbúin, ég get farið og sótt á núna, en það myndi líta vel út fyrir Trump. Já. Þannig að þeir bönnuðu honum að gera það, gáðu honum ekki leyfi til að skjóta upp geimflöginni, Joe Biden, spæði því. Við viljum ekki bergna þessum 3 manneskjum hana, vegna þess að bad optics, eins og þau segja. Það lítur vel út. Það lítur slæmt sjónarspil fyrir anstæðingin. Já, fyrir gott sjónarspil fyrir anstæðingin. Það það sem hann kallar á góður í íslensku petty. Já, guði já. En það nóg þetta svona núna og Trump einhvern veginn sko, eins og ég hef verið að sjá vídeo af Trump núna og maður sá þetta ekki með Joe Biden sko, það auðvitað búið til stytta á honum, það sem hann allsber og að setja það út allt sem rosalega óverið, ok, þú ert ekki sammála mannin, þá samt róum okkur aðeins í þessu sko, síðan við búin að búa til svona boxpúða sko, eða svona boxmannlega púða og síðan að fara með þetta út á götu og að láta fólk kýla Trump sko, og veist, þetta svona mennskur haus og mennskur efru báti og þú getur boxað þetta, nema þeir eru búin að láta búa til alveg fullkominn Trump haus á þetta og fólk að kýla þetta út á götu. Þetta eru svo öfgakið. Þú veist, þarna finnst manni, ok, þetta kannski aðeins að taka þýskulögin á þetta, ok, svona, þetta aðeins of mikið, skilur, þeir að fara hérna út á götu og láta fólk hérna æsa það upp að kýla fórstændar, en síðan málið með Trump, sko, að það alveg saman hvað hann gerir og hann var með ræðu daginn og hann var ekki 12 ára krakki sem lifað af krabbaminn, bara áttu við krabbaminn og demokratanir stóðu ekki eins og upp fyrir hann gátt ekki eins og klappað fyrir krakkan nei, af því að hann var Trump megin, sko, það var þar af því að Trump var að heiðra já, og það rugla það sýnir svo mikið bara hvernig fólk lítur á þetta bara, come on, við þurfum að hittast einhvers staðar og saminast og vera öll saman allavega, þú veist 12 ára krakki sem var að sigra krabbaminn getum við ekki saminast þar allavega getið þið gleymt stjórnmálum í 30 sekundur og klappað fyrir stráknum já, en það bilaði að sko, við hérna á Íslandi við gætum alveg verið bara fylki númer 51 hérna, af því að við erum búin að fylgjast sko, hvað að frétta af nýja forsetanum okkar? Það veit enginn. Þú veist, það allir búin að vera að fylgjast með Trump hérna og hvað að gerast það, sko. Við langar bæta einu snögglega með þann krabbameinskrakka. Endilega. Og þá glemdi mín að segja eitt. Krakken var inni í salnum. Já. Þeir voru að heiðra hann, þeir voru Já, þú veist, það var inni í salnum og voru framan, þannig að hann sá helmingin af fólkinu að sitja og gera ekki neitt. Sátu bara niður og gera ekki neitt. Já, þetta sturla. Þeir voru að gera hann að heiður Secret Service agent. Já, ok. Og ég man eftir andlifum til stráknum þegar þeir tilkynntu hann bara og svo spenntur hann trúði ekki maður. Nei, þetta samt bilað, sko. En svo ógeðislega sem gerist eftir þetta að CNN, ykkur fréttakona þar, það sem hún segir strákin, hún segir, já, ég vona nú að lifa af og ég vona að verða lögga og svona en þá kannski getur hann stoppað næsta janúar 6 valdarán já, hún sagði þetta í live fréttaþætti og þú veist ég datt að mér andleiti, ég bara guð minn góður, ertu svo rotin manneska að þú gast ekki haldið kjafti við þessu ég vona hann lifa af svo hann geti stoppað næstu J6 wow Þetta er rugla, sko. Já, við erum að sjá ruglaða tíma. Það allir, sko,
með samfélagsmiðlum, það eins og sé búið að tjúna upp alla tilfinningar hjá fólki. Já. Það einhvern veginn, þegar við vorum yngri, þá var einhvern veginn fólk var svona rólegir á því. En í dag, það allir orðin svo æstir. Það svo auðvelt að spila okkur upp á mótukortari. Rosalega, og það það sem búið að vera að gera, og það þetta bara slæmt, af því að meðan við almúin erum að rífast út af ykkur, þessi skiptir ekki máli, sem við breytum okkur engu, þá eru þeir hérna að skíthælast sem stjórn okkur og sem eigi okkur, af því við erum bókstaflegir þrælar. Já. Og það alltaf einhverja fjölskyldur hérna uppi, hvort sem þess að rótsvelega, hvað sem við viljum. Það nú fjölskyldur á Íslandi hérna, hann kallar kolkrabbinn í gamla daga, og við nú vera svona sömu ætliðinir bara alltaf aftur og aftur inn á þingi bara. Þeir poppa alltaf aftur reglulega upp. Það bara þannig sko, minn var hérna, nú ég hérna, og þannig að við þurfum að fylgjast með þeim, en ef við förum að gera það, allir setja ekki bara lög á okkur eins og það gerir Þýskalandi þá, bara bannað að móðga þetta. Það allt gert til að reyna að stoppa það, ég menna eins og allir þessi dómari sem að reyna að stoppa Trump núna, hvað heit hann hérna fóringi hérna demokrataflokksins, hann var einmitt í ykkur sjónvarpsviðtali og nýlega að segja, já, á meðan Biden var í forsetana þá náðum við að koma inn 235 dómurum sem ekki undir Trump og þeir eru núna allir að reyna að stoppa Trump. Já. Og maður bara svona, hvað í gangi alveg? Já, þetta rugla, við þurfum einhvern veginn að samla, við þurfum að fá annarkvort bara einhverja gríðarlega náttúruhamfarir eða, og við erum að tala sko, já, nú nýr loftsteinn, ég hef nú búin að tala loftsteinn en það loftsteinn núna að koma 2032. Já, herðu, ég hef búin að heyra eitthvað það. Það ekki eitthvað 6% líkur að hann hitt okkur og hann stór sko. Hann stór, já. Já, hann myndi... Hvað sagði ykkur að hann var í Hálf Texas eða eitthvað svoleiðis? Nei, hann ekki það stór. Það myndi nú eðilega jörðina. Sko. Það bara... En þessi nógu stór til að gera smá skaða allan. Já, við getum alveg sagt það. Ef hann kemur á höfuðborgarsvæði, þá væri ekkert eftir á höfuðborgarsvæðinu. Hann það stór. Ef hann hittir einhverja stórborg, eins og segjum, bara, já, færi í New York. Það væri ekkert New York eftir. Eða New Jersey. Hann tækja það. Hann alveg kjarnorkusprengjustór. Já, hann vel öflugri kjarnorkusprengjheldur en Hiroshima, sko, ef hann lendar eitthvað staðar. Þannig að það getur kannski reddað okkur, kannski þurfum við það. Það bara svona sem við slögum aðeins á. Vistu það einmitt merkilegt hvað í miklum hörmungum fólk kemur saman. Það það, sko. Leiðilegt að segja og ég ekki óskæfti en kannski það sem þarf svo að fólk getur kannski svona vaknaðast lífsins aftur og sjá hvað mikilvægt í lífinu. Við erum að verða nefnilega, sko, við höfum það svo rosalega gott. Við höfum aldrei haft það svona gott. Í mannkyns sögunni höfum við aldrei haft það jafn gott á í dag. Það eru velferðarkerfi sem halda gangandi. Ef þú skýtur upp á bak, þá farið húsnæði, þú farið að borða. Tæknilegul. Já, og þú ert á atvinnuleysisbótum með nýjasta iPhone síman. Og það sko... Með súpitölu í vasanum. Já, við erum að lifa ótrúlega tíma og við erum með svo degur börn sem erum að öskra á hvort annað og við vitum eiginlega ekki okkur og við þurfum að fá eitthvað svona skammast í þannig að hvort sem það loftsteinn eða það væri gaman að fá geimur ég held að við þurftum að fá eitthvað svoleiðis, við þurfum að standa saman á móti þessum gaurum. Eitt orð sem ég held að við mannkynið gætum væri hollt fyrir okkur að endurlæra og meðtaka, það auðmýkt. Já. Auðmynd gott fyrir alla og það líka bara að þú verður að læra til að líða vel. Já, og það ekkert að því að vera auðmjúkur. Nei. Ef eitthvað þá finnst mér að sýna styrk. Já, sko, ef þú horfir á freku manneskjunnar í lífinu, þeim líður aldrei vel. Nei, og það tekur engin mikið mark á þeim til lengdar. Þú veist, það bara svo lengi sem þú nennir að hanga í kringu svoleiðis fólk. Já, það einu freku manneskjunnar sem komið sér áfram svona í pólitík einhverju svoleiði, sko, þá þarftu við að vera frekur en yfir höfuð svona meðal bara manneskja í því lífi þá nennir engin frekjunni lengi. Nei. Þetta loftsteinni, Davíð? Já. Hvað mikla líkur að hann komið? Var það ekki 6% alveg? Ég myndi segja að það ábyrða 0, sko. Það ofta einhvað aðeins verið að bylla, sko. Nú, ok. Hann á að fara framhjá, sko.
Hann á að fara fram, já. Já. Ok, gott. En það Hann er kemur eftir viku. Eftir viku? Vá, ok. Ég er að tala 2032 sko, lostinn. Sko, ég meina, sumir segir þessi 96% leikurinn heiti og aðrir segir þessi 0% leikurinn heiti. Þetta var mjög spennandi við þetta, fyrir eftir hvernig þú vilt tala við. Ok, við skulum hérna ekki halda með 96 gælum. Nei. En já, við sjáum það allavega 2032. Ég meina, þeir reyna að reikna einhverja, þú veist, formúlur út eftir eitthvað, þú veist. Já, En er þetta ekki einhverju ofurtölfur sem reknaði þetta út fyrir okkur? Við getum ekki reknaði þetta út lengur. Já, en það hverjir gefa ofurtölvunum tölunar til að ofurtöluna reikna það út. Já, hann hvarf núna og kemur síðan aftur inn í sjónaspilið og ég man ekki hvernig hann verður sínulegur aftur og það er þá sem við ætlum að rekna þetta betur út, víst, sko. Er það því að við erum hinn með sólulega eitthvað svoleiðis að... Það var eitthvað þannig, já, ég fylgdist ekki nóg með þessu, en talandi annað, það er nú eitt annað núna sem er alveg skríðalega spennandi, sem ég erstu búin að sjá þetta með píramídana. Nei, hvað? Ég voru að finna núna, þeir notuðu einhverja svona geisla til að sjá undir píramídana og fundu þar einhverja byggingar undir píramídana sjálfur. Sem ná 640 metra niður í jörðina. What? Og það eru 2 herbyggi, 80 til 80 metrar. Það er ekki neitt smá stór herbyggi, sko. Alveg nákvæmlega eins, hlið við hlið. Og það eru súlur, 4 sem fara niður í annað herbyggi og 4 í hitt herbyggið. Sem eru, þessar súlur eru, og þessi herbyggi eru 640 metra undir byrjunum. Og það virðist vera eins og síðan á þessu svæði, svona 2 kílómetra svæði þarna langt niður í jörðinni, alls konar herbyggi sem er verið að skoða núna. Þetta var bara að koma fyrir nokkur dögum. Frétta tilkynning þetta og maður spyr sér bara hvað er þarna niðri og hvað er í þessum herbyggjum? Já, ég hef búin að heyra fyrir mörgum ára síðan líka með Sphinxinn. Já. Að þeir hafi gert einhverja svona, hvað heitir þetta hérna, sónar. Já, þetta er eitthvað svoleiðis. Og þá hafa það komist að því sko, að það voru einhverju svona chambers undir löpp Sphinxins. Já. Annar löppinni. Og svo hafa það seinna komist að það er inngangurinn í raskatið á honum. Og ég var að heyra einhverju podcasti eða sem að er svona Egyptafræðingur. Hann var að segja að þeir telja að sko skrokkurinn á Sphinxinum hann hafi komið jafnvel 10.000 árum seinna og Sphinxin sé í raun og veru stytta sem nær alla leið niður ofan í sandinn af manni. Já, okay. Og svo hafi ljónarskrokkurinn verið byggður seinna. Já. Ég veit ekki hvað er mikið til í því en það var þessi kenning með nefi á brotið af eða ekki. Já. Þeir eru þeirri kenningu, já. Þeir eru en það eru einhverjar sögur það að egypsk stjórnvöld eftir að komast að þessum klefa hann undir Sphinxinum að þeir hafi bara lokað fyrir allt og bara, nei, ok, stopp, ekkert meira, engin meira rannsókn og það eru sögur í gangi það að þeir hafi farað hann inn. Já, okay. En þarna eiga víst að vera einhver fornskjöl samkvæmt einhverjum fræðimönnum sem að gæti útskýrt sem sagt uppruna Egypta. Já, sem væri sem ekkert merkilegt. Allavega þessar gríðarlegu tæknikunnáttu sem þeir höfðu umfram alla aðra á sama tíma. Já, þetta er auðvitað merkilegt hvað er búið að gera þarna og það er hægt að tala um þetta fram og tilbaka. Byggingar, stílinu og hvað nákvæmnin. Já, ég meina það eru sumir sem eru að halda þér fram að þeir hafi í raun og veru haft rafmagn. Já, píramídanir, sko, besta kenningin sem ég sé píramídana er að þetta hafi verið rafstöð. Já, það var besta kenningin sem ég hafði hérna. Það var þessar göngin hérna, það var eitthvað basalt, salt, eitthvað. Já, hvernig það rann saman. Og hvernig loft og þetta já, var einhver brjálar já, það hefur einhver svona chemical effect já, og það væri bara free energy, eins og
köllum það á góður íslensku, Já. ókeypis orka. Og það verður alveg skemmtilegt að það myndi koma á bóin að við myndum núna finna þarna út af þessu herbyggjum sem eru þarna 600 metra niður og öllum þessi herbyggi sem virðist verið þarna, við fyrum að átta okkur á því hvernig það hafa gert það og okkur vantar svo orku í dag. Við erum alltaf að verða meira og meira tæknivættari og því meira tæknivættari sem við verðum, þá þurfum við meiri orku og núna með þessari nýju kynslóð talva sem við verðist verið að bara handa á hotni, þetta quantum computing, þá fara gríðarlega orkugjafaði það og AI líka, sko. Já, ASI, það einmitt basically quantum, held ég. Já. Það artificial super intelligence. Já, við munum þurfa núna miklu meiri orku bara á uppkomandi. En þeir segja, sko, til þess að reka eina svona ASI, þá þurftur server farm sem var á starfið stórborg. Já. Og þú þarft eitt kjarnorkuver bara til þess að keyra það. Já, þetta ruglað, sko. Það sem supertalva í dag myndi taka svona 2 milljónir ára kvantumtalvan að leysa á 2 mínútum. Já. Það rosalegt. Þannig að við erum búin að upplifa tíma sem eru sérstakir og við gleymum því oft hvað, eins og ég sagði rétt áðan, við erum freki vanþakklæti krakkin að öskra því við föttum ekki hvað við höfum það gott. Nei. Við erum bara, við viljum meira. En sko, við erum á einu merkilegustu tíma mannkynns sögunar. Menn eins og ég og þú, við upplifum sko þegar internetið fæðist, þegar þessi brjálaða tækniþróun bara springur á stað og allt fer á fullt. Og við erum að fara að uppgöta aftur svoleiðis stökk með þessu kvantumtölvum, sko, og við sjáum AI fæðast sem, ég man þegar við vorum litlir og maður sá hérna Dick Tracy, hann var með úr á hendinni og fyrir það sem við veit ekki, sko, það var Dick Tracy með úr á hendinni og hann talaði við úrið, það var svona eins konar sími og maður bara, wow, þetta rosalegt, þetta mögnuð tækni. Þetta rusl í dag. Þetta bara Apple computer. Já, Apple Watch og það allir bara, þetta glata. Þetta sko, maður hefði gefið handlík þegar maður krakki fyrir að eignast svona úr það, sko. Guð, já. En við aðlöfumst þessu, það að merkilega líka við okkur, hvað við aðlöfumst öllu rosalega hratt. Þú veist, iPhone-un kemur út þarna og gerir þetta fræðan, það nú komin annars snjallsíminn, en iPhone-un gerir þetta nú eiginlega svona, þá kemur þessi bylgja, sko. Já. Og það bara nokkra mánuðir, allir bara, oh my god, ég með 12 í vasunum. Síðan bara eftir stuttan tíma, nokkra mánuðir, já, ég með 12 í vasunum. Þú verður svo fljóta á leið á öllu. Bara og venjast öllu, eins og artificial intelligence, það allir bara, herðu, ertu búin að sjá þetta? Þú getur talað við þetta. Svo eftir viku. Já, núna erum við öll bara, ég vona að þetta drepa okkur ekki. Ég búin að fá leið á þessu, sko. En þessi tímar sem við erum að upplifa, við erum svo vanþakklátt og við verðum að, ef þú skoða mannkynns söguna, þá erum við eiginlega á svona tímamóta, þú veist, það verður í framtíðinni, eftir 1000 ár, þá verður hérna í skólum bara, já, þegar við verðum að kenna sögu, já, hérna kom internetið, þetta hérna tækniöldin hérna breytist allt, og hérna sjáu hérna, þetta eitthvað svona sem hétt Facebook, og hérna var fólk eitthvað að posta myndum hérna af fjölskyldunni og þetta var mikið upp á þessu tíma og þannig kynntist fólk og já, eignaðist börn í gegnum þetta og svona og þetta verður kennt í skólum, þessi tími sem við erum að lifa núna verður kentur. Frumstíða það sem við erum í dag. Já, basically, þetta var það sem allt breyttist og fólk ekki átt að segja á því að þú ert uppi á þessum tíma sem verður kentur ókomna framtíð, þú ert lifandi á þessu tíma sem bara tímamóta, þú veist, söguleg stund. Það líka merkilegt hvað er að breytast mikið með kynslóðabilið eins og okkar kynslóð við erum X og við erum það oft talað um þessa kynslóð sem svona seinasta kynslóðin til þess að læra að vinna eða fór út á vinnumarkaði eða þú veist svona siðgæði vinnufræði svona work ethic eins og kallum við þetta úti þú veist, og þú ert ekki að hangsa, þú ert ekki að, þú veist, pull your weight, og mætir í vinnuna, þú veist, það ekkert væl og ekkert bla bla bla. Já. Og við fengum að upplifa, sem sagt, fæðingu tölvu,
bylgjunar skilur, við fáum að sjá alla leikjartölur, fyrstu leikjartölunar Spektrum og Amigur og allt þetta bull sem kom svo eftir því Nintendo, já, svo voru komin í PC-in skilur, og þetta gerist svo gríðarlega hratt en kynslaðan sem kemur á eftir okkur missir af þessum fyrripart skilur, vinnudæmið og fyrir beint í iPadin beint í iPhone-in og þetta verður svona kennaræðra frekar en vinnumarkaðurinn. Já, og þetta er skemmtilegt að því að við, sko, foreldrarnir sögðu þetta nákvæmlega saman að já, við vorum hérna, það var ekkert sjónvarp á heimilinu og síðan redduðu við hérna 14 tómum sjónvarpi og síðan keypti ég hérna 21 tómum blápunkt sjónvarp og það var bara, oh my god, hvað er stort, þú veist, túbu sjónvarpin, nema við komum inn í það bara, já, þessi krakkar hérna, koma hérna inn í þessu sjónvarpstemningu, við veit ekkert hvernig þetta var hérna undan eða það var ekki til sjónvarp. Nei. Þegar stóru fokking hlunganir hérna. Já, og síðan var það bara jólunum það sem var kert og spil, það var ekki lengra en það var bara, fólk var bara spilaði undir kertaljósið því að það var ekkert rafmagn á öllu heimilunum hérna í gamla daga. Sko. Nei, og laugadagar voru bestu bíómyndinar, þá voru sýndar skilur þú veist í sjónvarpinu. Já, bara sjónvarp á 50 dögum. Já, ekkert sjónvarp. Já, svarthvítt tæki, fyrsta tæki mitt, mamma átti, það var svarthvítt skilur. Já, þetta er gríðalegt hvað er búið að þróast rætt. Og eins og ég að segja, sko, það er heiður að vera upp á þessu tíma að vera á okkar aldrei og sjá þetta gera svona í beinni og við gleymum því ofta að eins og ég segja að við erum á sögulegum tímum sem verða kendir 1000 ár hérna í frá hafa verið farið tilbaka og kendi á hérna í kringum 2000 og upp úr og þá verður, ég veit ekki hvernig það verður í skólum en þetta verður sögustund hérna bara þegar þetta allt tæknuöldin byrjaði og hvernig hún fór að stað. Já, svo hvaða geisladiskar fengu að lifa stutt. Já. að náði enginn að búa til alvöru geisladiska samt á árun og þeir voru farnir. Já, skemmtilegt hvað er mjólkuðu það samt. USB-lyklar voru löngu komnir en þeir vissu bara ef við setjum þessu USB-lyklar í gang þá breytist tónlistiðinnaðurinn og þá missum við svo mikið pening að við gerum það ekki og þeir reynda að halda þið niður eins lengi og gátu. Það var sko hvort að USB-lyklar hafi bara verið tilbúinir á svipuðum tíma og geisladiskarnir voru að koma sko. Það var góði vinur minn sem sagði mig frá þessu bara já, þetta er svona kuppur sem stingur inn í tölvuna og getur sett allt lítill harðardiskur og þeir vil ekki setja þetta strax inn á markaðan ég bara, nei, þetta rugglega þetta eða er það bull í mér eða er það til að maður svo ungur sko síðan kom þetta allt maður bara, oh my god en þetta er öðruvísi í dag núna er öllu hendin og markaðinu verðist vera bara markaðin er einhvern veginn þannig og upplýsingaflæðið er þannig að það er ekkert að halda í nefnum frá þér það er öllu leki og neti sko. Já, þú mannstu Napster byrjaði fyrst og hann var náttúrulega, þeir fór allir eftir honum og lögsótt hann alveg út í bara Oblivion en þeir gátt ekki stoppa bylgjuna vegna þess að stuttu eftir það þá kom bara, þú veist, iTunes eða Spotify og þeir gera þetta löglega þegar það er búið að sína ok, það er markaðar hana let's find a legal way to do it. Já, núna græða er bara tónleikahaldi nema að séu ofur hlustun á lög sko en það er allir peningur farin úr þessu tónlistæðina en það eru allir Já, listamæðurinn farið voru lítið Já, en það er listamæðurinn, alvöru listamæðurinn þeir eru allir farnir í kvikmyndir eða tölvuleiki í dag af því að þar fá þeir borga fyrir vinnuna sína þeir eru ekkert eitthvað að reyna að búa til eitthvað næsta sumarsmellin sko Nei Það er líka orðið svolítið fríksjó í dag, tónlistamarkaðurinn, þú veist, í gamla dag, þá var það fríksjó og talent. Núna er það bara fríksjó og þarf þeir ekkert að hafa talent lengur og læta bara ægið búa til eða autotúnar þetta. Þetta er bara orðið eins og amateur porn, allir eru að gera þetta. Tímar, sko. Já, skilur, og svo bara henda þér þessu á Pornhub eða eitthvað og halda þér séu að fara að verða pornstjörnur. En áður við hljómum eins og 100 ára gamlir menn eins og við erum að gera okkur á þessa stundina þá var ég að spáði að fara að enda en að þátt hjá okkur. Davíð, vilt þú bæta ykkur inn í það? Ég meina, vil ég fá einhverja upplýsingar og einhverja tölur sem við vorum að tala eins og hérna loftsteinin? Já, endilega. Sko, það er hans að 0,004% líkur hann hitti jörðina en það er 1,7% líkur hann hitti tunglið Já, ég ætla bara að láta ykkur vita að hérna Há ætti tunglið að glemja eins og bjalla sko, lengdin frá jörðin og tunglinu er þetta 30 jarðir loftsteitin er sko, hann er svona 60 metrar á breidd og það er svona nokkur milljón metrar Er ekki rétt hjá mér að tunglið hefur nú
ófá skipti bjargað jörðinni frá einmitt miklum lofsteinum, eða ekki? Já, spurning hvort það er að bjarga eða bara verið hérna hliðin og teka á sig sko. En hérna voru þið búin að fyrir ekki að halda hann? En já, bara við það, bara stærðin er svo svaklega mikilana að það er, sjá bara hvað það er nákvæmt er að halda að geta möguleika að fara á tungli smá pínum og jörðina en þetta er bara 40-90 metra steinn. Nú, ok. Já, og það er 384.000 kílómetrar á milli þessar þekkja staða. Já, ok. Þetta er nákvæmni sem er að reyna með. Já, það er svona stór útgáfa af Hallgrímskirkju. Þetta er, ég sá ekki þegar að var talið að ég myndi koma í jörðina og þetta eins og var ekki í Síberíu. Þegar að sprakk loftsteinnar og það var heill skógur sem bara fjall niður fyrir út af trján og það var Tunguska. Það er talið að þetta verið svona svipað á það. Já. Það er munið ekki líka eftir þegar loftsteinnin fór bara yfir Rússland þarna og ljósaskiptin urðu bara í himninum. Þú sást bara ljósaskipti. Vám. Það var að klikka. En ef hann lendar á tunglinu, þá ættu að heyra tungli glimmi eins og bjöllu. Þú þekkir þessu, eða ekki? Nei. Þegar hvort að þeir voru með gerfinött og þeir brotlent honum á tunglinu til þess að eyða honum. Hann var búinn að vinna vinnunum sína. Og hann var kjarnorku það var nuclear reactor í honum og það var víst sprenging og tungli átti að hafa glumið þeir gátu mælta á jörðinni glumið í nokkra klukkutíma svo gerðu þeir þetta aftur mörgum ára seinna með bara mikið öflugri kjarnorku og þá glumdu það einast í ég held að ég geti verið bull í mér en næstu í 12 klukkutíma og það er bara svona eins og bjalla Máttu það heyrist á jarðarinnar? Já, ekki með beru eyra en á mælitækjum Já, ok Nei, þú myndir aldrei heyra það með beru eyra en með mælitækjum þá gáttu þeir heyrt Kemur það henni sem sagði að tunglið holtað innan? Já, það er ef þú flettir upp bara weird facts about the moon á YouTube og horfa á einn þátt og það tunglið bara meikar ekkert sens það meikar engan sens að það sé hana það bara skilur það enginn af hverju ertu hana það er þessi skrýtna nákvæmni eins og þegar að tunglmyrkvi verður mér finnst það alveg eitt merkilegast það er akkurat jafn stórt til að blokka sólina bara akkurat, perfekt bara stærri til að blokka sólina það er rosalega spes finnst mér og líka ég held að tunglið sé akkurat 1/10 af vegalengdinni frá okkur og við erum frá sólinni það er eitthvað svoleiðis það er fáránlega svona betur hvað þetta er eitthvað nákvæmt þetta er margt svona skrítið eins og þegar maður skoðaði þetta svona tíma þá er eins og það hafi verið plantað þarna og það er bara búið að sína það fram að þessar mannverur þessi apar þeir hljóta að fatta að þeir eru út að nógu gáða það er bara, þetta er okkur þetta stórt á sólin eða eitthvað þannig að en maður veit ekki, en ég ætla að koma inn á eitt áður við endum þetta er að eins og ég segi, þú ert á landinu núna út af jarðarför á gömlu viniðinum og elskaði náðan sýndu honum þolinmæði og þunglindi er ekkert grín og við lifum á landi sem bara það er ást og kærleikur er á undanhaldi og við þurfum aðeins að átta okkur að því að þú sýnir engum ást á samfélagsmiðlum þú sendir ekki kveðju þar þú ferð og hittir manneskju og finnur fyrir henni og eyðir tíma augliks til augliks og situr með henni klukkutíma saman og það, ef þú gerir það þá getur það bókstaflega breytt í hvort þessi manneskja lifir eða deyr og við þurfum með svolítið meira af þessu í samfélagi núna Já, einmitt það er allt til að vera berskjaldaður þegar þú ert að tala við vini þína þar máttu vera skilur þannig að við verðum líka ég byrjar að temja svolítið á mér hafa meira samband við vini sína vegna þess að það kostar ekkert og mér líður alltaf betur eftir á það er þannig og það er það eru rosalega margir fannir að
glíma við þunglindi. Þess vegna erum við á öllum þessu þunglindislifjum í dag. En það er ástæðan við höldum það að tjáningamátinu, ég tala við á Snapchat, tala við á Messenger, fer heim, tala við í tölvunni, kannski símtal og með öllu þessu þá held ég sé að næra mig félagslega. En málið er að við þurfum að vera í kringum annað fólk og finna fyrir öðru fólki. Og það er það sem við gleymum oft í nútíma samfélagi. Og þess vegna erum við öll svo einmana innst við beinið af því að við erum ekki að eyða tíma með fólki. Nei, við erum nefnilega félagsverur. Við erum það. Og við njótum okkur best í félag. Þurfum að finna sér nánd. Já. Gaman að hafa þig. Takk fyrir þetta. Takk fyrir að bjóða mér. Þetta er meira áttar. Takk fyrir næst. Bless.